Þannig að þetta bara lagt fram í dag en verður út af bæði styrkjum og öðrum árum í það sem hefur næstu stærð. Bæði fullur áttu mikið verið ánægð og skemmt. Ertu ekki sammála í með það? Við bannurum að reyna það, við sko hættum útsölu. Hæsta útsölu í Íslandi. Og allir sölu, það er fólk með flýja eða 9.000. Það er alls bara streikt fyrir kilokrónu. Þetta er búið að bannir fyrir það. Já, alls ekki. Herðu, ég var að spá í hérna jobb. Jú, við vorum á þessu stöndi náttúrulega. En ég er svo sem enn að bara koma mér alveg inn í þetta. Það er byrjuð svolítið skýtar á. Ég get það líka voru. Skalla oft upp fyrirverandi formanni. Þessi 70 var svolítið chill held ég sko. En þá að tala reyður, það var eftir að hafa með brengla ekki. Það var ekki. Ég hef ekki að klappa fyrir framan. Ég var að segja til mér. Það var ekki súluna líkinni. (517) fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar er settur. Fundurinn er haldinn á Tjarnargötu 12 klukkan 17 21. mars 2017. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Elín Rós Bjarnadóttir, Gunnar Þórarinsson, Kristinn Jakobsson, Árni Sigfússon, Magnea Guðmundsdóttir, Böðvar Jónsson, Baldur Guðmundsson, Guðbrandur Einarsson ásamt bæjarstjóra Kjartanum og Kjartansinni. Það eru 5 mál á dagskrá fundarins. Þau eru: Númer 1 fundargerð bæjarráðs frá 9. og 16. mars síðastliðinn. Númer 2 fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 14. mars. Númer 3 fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 7. mars. Númer 4 fundargerð menningaráðs frá 9. mars. Og að síðustu aðlögunaráætlun til ársins 2022. Tekinni fyrir fyrsti dagskrárliður, það eru fundargerðir bæjarráðs frá 9. og 16. mars orðið laust.
Guðni. Guðni Birna, kæra svo vel. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri og góða gestir. Mér langaði bara að minnast undir lið bæjarráðs frá 9. mars að það er aðgerður fundur í Stapanum þann 23. mars klukkan 8 varðandi tvöfölda Reykjanesbæjar og vil ég hvetja alla íbúa til að mæta á hana fund og sýna samstöðu Reykjanesbrautina okkar og klára þessi töfum. Takk. Kolbrún Jóna, kæra svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjórar og gestir. Mig langar að vekja athygli á tvennu í fundargerð sorpeyðingarstöðvar Suðurnesja sem er lögð fram hjá bæjarráði 1115. fundi. Það er annars vegar liður 1 sem fjallar hagnýtingu jarðvarma en upphaflega þegar brennslustöðin var byggð þá var meiningin að hún yrði sjálfbær í orkunotkun. Það er að hún átti að framleiða sjálf sitt rafmagn. Gerð var könnun á möguleikum varðandi afgangsvarma nýlega og lítur það nokkuð vel út samkvæmt skýrslu þeirri er GPR EHF gerði. Það væri afar ánægjulegt ef það yrði loksins hægt að fara við það að endurnýta varmann sem kemur frá stöðinni og enn betra ef það yrði tekjuauki fyrir fyrirtækið. Svo er annað mál sem að mér finnst þau þurfa að skoða vel bæjarfulltrúar. Það er möguleg sameining sorpu og sorpeyðingarstöðvar Suðurnesja. Mikil vinna hefur verið farið það undanfarin ár að skoða áhrif mögulegar samningar fyrirtækjanna. Stjórn SS sorpeyðingarstöðvar Suðurnesjar fær kynningu á niðurstöðum þeirra vinnu núna á næstu dögum eða næsta komandi föstudag og svo er stefnt að því að Kapacent kynni niðurstöðurnar fyrir aðalfundi sem er næsta mánudag klukkan 15:30 og mig langar að hvetja okkur öll að koma þangað og fylgjast með og mynda okkur skoðanir það hvort við eigum að sameinast sorpu. Takk. Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar að fyrst að fagna þeirri ákvörðun sem tekið var nýlega að fara að byggja nýja skóla í Dalshverfi. Þetta er stór ákvörðun fyrir bæjarfélagið og var því mér erlendis, gat ekki komið á fundin í gær en ég vil bara fagna þessari ákvörðun og hún er gleðileg og þeir eru að reisa glæsilega byggingu. Annars langar mig að nefna fara í 4. mál í bæjarráði. Það er 1115. fundur, hávaða korttalninga á Keflavíkurflugvelli. En mér finnst ástæða til að ræða þetta aðeins að út frá því að það er sérstaklega þekkt í Evrópu sérstaklega takmarkanir á flugi í byggð þá sérstaklega með tillit þess til hávaðamengunar. Þetta er vel þekkt og undanfarna hef ég talað við nokkra flugstjóra bæði sem eru að fljúga hérna heim og erlendis sem hafa sagt mér frá þeim reglugerðum sem gilda flug í byggð og er þetta í flestum bæjarfélögum í Evrópu að mikla takmarkanir eru á hvernig menn fljúga yfir byggðinni og ekki síst með tillit til aukningu á vélarafli og beygjum. Og mér finnst að við þurfum að halda áfram að vera í sambandi við Isavia eins og við höfum gert hingað til. Bæjarstjórinn hefur gert það og það er mjög mikilvægt fyrir okkur með tillit til þeirra áhrif sem þetta hafði á íbúa Reykjanesbæjar í fyrra að þrýsta á að menn eftir að þessar háamælingar eru komnar í gagnið að þrýsta á að settar verði reglur flug á Keflavíkurflugvelli sem taka tillit til hávaða og setja flugmönnum skorður á því að hvernig þeir taka á loft og hvernig þeir beygja. Þetta er mjög þekkt erlendis og ítrekja á skoðun mín að við þurfum að halda mikilli press á Isavia að taka tillit til íbúa á þennan hátt. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel.
forseti ágætu bæjarfulltrúar, já, bara fyrst til að aðeins að bregðast við þessu hjá bæjarfulltrúa Friðjóni einu sinni flugið. Þá hef ég átt í ágætum samskiptum og upplýsingamiðlun bæði til og frá Isavia og flugturnum þar og yfirmönnum þar, og þetta ekki einföld mál, en það eru reglur þetta í Evrópu sem að kveða á það að þegar að snerting eða hreyfingar eru orðnar meira en 50.000 að undanskildu einhverjum þáttum eins og herflugi eða einkaflugvélum, kennsluflugi og slíku. Þegar svona venjuleg flugumferð farin að verða meira en 50.000 hreyfingar, þá eiga menn og ber mönnum skylda til þess að taka tillit til þessara reglna og fljúga eftir þeim, og það alveg að gerast. Keflavíkurflugvöllur í 40.000 hreyfingum núna og fer sennilega yfir þetta mark, 50.000 markið í ár, að því mér skilst, og það fullur ásetningur og vilji að hálfu flugvallaryfirvalda að innleiða þessar reglur. Vegna ónæðis flugumferðar í fyrra, þá náttúrulega vitum við að það var vegna þess að önnur flugbrautin, svo sem við köllum norður-suður, hún var lokuð vegna viðgerða og það var bara austur-vesturbrautin opin, og það öfugt núna í sumar. Það að segja nú verður austur-vesturbrautin lokuð, skils mér, og einungis norður-suðurbrautin opin, og þá ættum við nú að verða tiltölulega lítið vör við þessa trafík. En okkur mæltist svo mér og Birni Óla Haugsyni, forstjóra Isavia, að þegar við hittum síðast að þeir myndu standa fyrir og eflaust í samvinnu við okkur íbúafundi núna fyrir sumarið, þar sem að þeir myndu fara yfir þessa framkvæmdir, kynna þær og þær aðgerðir sem að þeir eru að undirbúa til þess að draga úr hljóðmengun og mæta þessum kröfum sem að þessi evrópska reglugerð gerir. Nú hitt sem að hér var nefnt með nýjan grunnskóla, ég vil taka undir árnaðaróskir og heillaóskir til okkar og bæjarbúa með þá ákvörðun. Það var mjög góður fundur sem við áttum í Akurskóla í gær, íbúafundur, og vel sótt. Arkitektar frá Arkís fóru þar yfir og sviðsstjóri fræðslusviðs og sviðsstjóri umhverfissviðs fóru yfir aðdragandann og samkeppnina og lýstu svona kröfulýsingunni og hvernig þetta var allt saman unnið, og svo fóru arkitektarnir yfir teikningarnar sem við höfum séð. Auðvitað skólinn ekki fullhannaður, þetta eru bara ennþá svona koncepthugmyndir en nokkuð orðna vel útfærðað samt, og íbúarnir voru ánægðir. Ég fekk mikil og góð viðbrögð við því, en ég vil nú segja samt að það svona dæmi breytta tíma, að spurningarnar hjá íbúanum, það sem komið fram að það voru margskonar og allskonar, en það var verið að spyrja til dæmis hluti eins og til dæmis hvort það væri ekki öruggt að það væru til enga búningsklefar fyrir börn sem að væru, hvað heitir það, ekki vissum hvort það væru drengir eða stúlkur, og hvort það væri ekki örugglega salernin yrðu einmennings, þannig að börn þyrftu ekki að vera með öðrum inn á salerni, og hvort það yrði ekki örugglega salur fyrir innhverfa íhugun og jóga. Og þetta bara þessi breytti veruleiki sem við erum í. Fyrir utan vilja íbúana í hverfinu sem að, eins og ég segi, fjölmennt á fundin, að þeir telja að íþróttahúsið þurfa að vera fullkomlega löglegur völlur með áhorfendastaðum öllu saman. Það vanti annað slíkt hús í Njarðvíkurnar og það sé ekkert vit í öðrun að þetta hús verði þannig. Og einnig að sundlaugin eigi að vera 25 metra almenningslaug. Þannig að það var mjög bara áhugavert að hlusta á íbúana og þeirra skoðanir á þessu, og þegar ég fór að tala krónur og aura, að þá var náttúrulega kannski lítið undirtektir og svör, en við þurfum svo sem að taka tillit til allra sjónarmiða í þessu og ekki síst fjárhagshliðarinnar. Þannig að það býður okkar svolítið áður en arkitektar fari í loka hönnun og skólanum að ræða og fara yfir þessa hluti líka. Orðið laust. Það ekki fleiri sem að hafa kvassið ljós. Þeir sem geta samþykkt fundargerðir bæjarráðs frá 9. og 16. mars, við erum ekki að merki. Það eru samþykktar 11.0. Þá komið að fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 14. mars sem
má segja, tímamóta fundagerð. Sjaldan sem að við höfum séð svona mikið gerast í fundagerð eins og við sjáum þarna eiga sér stað. En áður en ég gef orðið laust þá ætla ég að nefna það hér að við erum að gera í þessari fundagerð breytingar á deiliskipulagi og við þurfum að afgreiða ákveðna liði sérstaklega sem að væri þá liði nr. 50, 51 og 76. Við hefðum þurft að greiða sérstaklega atkvæði lið nr. 46 en að höfðu samráði við hlutaðeigandi þá er búið að taka eða óskum að vísa því til ráðsins á nýjan leik, lið nr. 46. En orðið er laust. Elín Rós, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Mér langar nú bara að byrja á því að fagna öllum þessum lóðarumsóknum í Njarðvík. Loksins er eitthvað að gerast fyrir alvöru í þessum málum og ég verð að segja það að ég hlakka verulega til þess að sjá hverju byggjast upp á næstu mánuðum. Og ég vissum að íbúar á svæðinu séu sama sinnis. Mörgum hefur eflaust þóttir búa í hálfgerðu draugahverfi síðastliðin ár en loksins er það að breytast. Vörubílar og gröfur eru sýnilegar á hverju götuhorni í hverfinu og greinilega mikill uppgangur í þessum geira. En ég sjálf þó að bíta í það súra epli að ég þarf að klæða mig áður en ég fer fram og borða morgunmatinn minn þar sem smiðir og aðrir verkamenn eru þarna allt í kring. Einnig vil ég fagna því að breytingar á deiliskipulagi verði auglýstar til kynningar því að íbúar hafa sýnt það að þeir vilja hafa eitthvað þau mál að segja. Mín persónlega skoðun þó sú að við þurfum að fara mjög varlega í þessum efnum því það virðist vera að byggingaraðilar sem mikið að horfi að fjölga íbúðum og að mínu mati er mikilvægt að fjölgun íbúða sé ekki of mikil á einum á sama stað. Við þurfum að leggja línurnar þar. Nú þegar búið að fjölga íbúðum í Leirdal og ég set spurningamerki við það hvort skynsamlegt sé að fjölga þeim enn frekar. Við vitum að meirihluti íbúða á svæðinu, þeir voru mótfallnir þessari fjölgun sem átti sér stað og því er mikilvægt að við tökum tillit til þess. Takk fyrir. Orðið er laust. Magnea Guðmundsdóttir gerur svo. Forseti, bæjarfulltrúar og góðir gestir. Já, ég vil nú taka undir orð forseta og þessi fundagerða, hún er nú með myndarlegra móti verið að sjást og hún er kannski skýr vitnisburður þá grósku og þann vöxt sem á sér stað í sveitarfélaginu okkar. Það eru nokkur ár liðin frá því að Dalshverfin voru skipulögð og það er virkilega gaman að sjá þessi hverfi glætt lífi og gaman að sjá hversu mikill áhugi er hjá fólki á því að byggja og búa í þessum hverfum. En ástæða þess að ég kvelli mig fljós er nú fyrst og fremst svo að ég vil gera það tillögu minni að liður 47 í fundagerðinni og honum verði vísað aftur til ráðsins. Takk fyrir. Það hafa ekki fleiri kvassi hljós. Kannski fórstu í mánu. Bæjarstjóri, gerðu svo vel. Gerðu svo vel. Ég veit aðeins, forseti ágætu bæjarfulltrúar, það kom hér fram í máli forseta áðan að það er hugmynd að vísa máli 46 Nesvellir í deiliskipulagsbreyting aftur til ráðsins og ástæðan fyrir því er sú að við viljum vera vissum að það sé gert ráð fyrir og það komist fyrir á þessum reit annað hjúkrunarheimili. Og það er arkitektinn segir mér að hann sé búinn að gera ráð fyrir því en ég hefði viljað svona fá tækifæri til þess að fara aðeins betur yfir það og þetta er alveg í fullu samráði við klasa og þá sem það ráða að þeir vita að þessu voru samþykkir því. Það er nú bara ástæðan fyrir því.
Það hafa ekki fleiri hvassir hljóðs fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Þá ætla ég að leggja það til að lið númer 46 og 47 verði vísað aftur til ráðsins, þeir sem þykja það. Það samþykkt 11-0. Þá ætla ég að leggja til að lið númer 50 verði að hann verði samþykktur sérstaklega. Þeir sem samþykja lið númer 50, hann samþykkt 11-0. Þá það liðið númer 51, þeir sem samþykja lið númer 51. Hann samþykktur 11-0 og þeir sem samþykja lið númer 76. Hann samþykktur 11-0. En þeir sem geta samþykkt fundargerð að öðru leyti og hún samþykkt 11-0. Þá það fundargerð íþrótta- og tónlistarráðs frá 7. mars orðalaust. Það enginn sem kveður sér ljós bæjarstjórnarkerfisval. Forseti ágætu bæjarstjóri, ég var bara ekki alveg viðbúinn. En mér langar undir í þessum lið bara aðeins að stikla hérna á stóru til upplýsingar að í öðru máli þá verið að setja þarna reglur, bæta við reglur sem snúa að því hvernig við ætlum að heiðra eða verðlauna þær deildir og þau félög sem að verða bikar eða Íslandsmeistarar í sinni íþrótt. Sveitarfélagi hefur gert það í gegnum árin svona eftir því sem að aðstæður og tök hafa leyft hverju sinni og í til dæmis Hafnarfirði eru mjög skýrar reglur slíkt hvernig þetta skuli gert og við hefðum viljað koma því á og í fundargerðinni eða í þessari reglugerð sem að við höfum haft hingað til í gildi núna komið grein númer 5 með leyfi forseta, við má lesa hana. Það segir: íþróttafélag innan IRB sem hlýtur Íslands og eða bikarmeistaratitil í liðakeppni í meistaraflokki í efstu deild 10 liðsmenn eða fleiri fær úthlutað krónum 300.000 fyrir bikarmeistaratitil og 500.000 fyrir Íslandsmeistaratitil. Verði lið margfaldur meistari hækkar greiðslan ekki og einungis greidd út einu sinni til viðkomandi liðs að hámarki krónum 500.000. Skilyrði fyrir úthlutun þessar að viðkomandi íþróttagrein hafi að minnsta kosti 100 þátttakendur eða fleiri og sé með virkt barnastarf og starfsemi fyrir bæði kyn. Og þetta bara til þess að hafa þessi mál á hreinu og ég bara fagna þessari tillögu frá ráðinu. Í síðan liðnum önnur mál, þá rétt að óska Margréti Guðrúnu Svavarsdóttur hjá Hnefiðleikafélaginu innilega til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn. Það var gaman að því að við skulum vera eignast Íslandsmeistara á fleiri sviðum. Nú í liðnum E-liðnum þá verið að minna á þennan vinnudag hjá embætti landlæknis á morgun og ég vil hvetja bæjarfulltrúa að hafi þeir ekki skráð sig að gera það og taka þátt í þessum degi með okkur frá klukkan 10 til 3 í Stapa. Og svo í lið F að þá full ástæða líka til þess að þakka eins og ráðið gerir þetta. Ég vil taka undir þakki til barn- og unglingaráða körfuknattleiksdeildar Keflavíkur og Njarðvíkur varðandi framkvæmd nettómótsins sem að skiptir okkur máli. Þetta eru þúsundir gesta hér þessa helgi. Þetta alltaf fyrstu helgin í mars. Það kemur þetta fram reyndar að matsölustaður og aðrir og það hefur aðeins verið umræðan það að þeir hafi ekki vita af þessu en við þurfum að bara passa það betur að það viti örugglega allir á mótinu og þá geta menn metið það hvort þau vilja hafa opið aukalega eða ekki og tekið þá ákvörðun á einhverjum upplýsningrunni en að þeir viti örugglega af því. En það mun hafa einhver dæmi það þessa helgi núna í ára, einhverju vissi ekki af mótinu og það má bæta upplýsingastreymið til handa viðskipta aðila hér. Þetta herra bæjarstjóri. Það hafi ekki fleiri hvassir. Guðni Birna, Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel.
Kæri forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og góðir gestir. Mér langar að minnast á bara eitt atriði undir önnur mál sem er liður C, en ég fagna því alveg ótrúlega að IT-ráð hefur ákveðið að bjóða öllum 10. bekkingum í Reykjanesbæ upp á kynfræðslu í Stapanum þann 28. mars, núna eftir viku. Og mér finnst svo frábært að sama fræðslan gildi fyrir alla og öllum er boðið að þetta sé ekki bundið við einhvern eitt skóla og ekki annan. Þannig að ég hvet alla í 10. bekk að mæta á þetta og ég hugsi þetta verða alveg frábær kynning þarna. Það voru leikarar frá Borgarleikhúsinu sem halda þessi fræðslu. Þannig að mér finnst þetta frábær hugmynd og takk fyrir. Það hafa ekki fleiri hvassir ljós. Þeir sem geta samþykkt fundargerð íþrótta- og tónlistarráðs frá 7. mars. Hún er samþykkt 11.0. Þá er tekin á dagskrá fundargerð menningarráðs frá 9. mars. Baldur Guðmundsson gerð svöld. Virðulegur forseti, góðu bæjarfulltrúar og gestir. Það var ýmislegt sem gerðist á þessum fundi menningarráðs. Það var verið að fara yfir skýrslur okkar stofnana og fyrst skal geta hið virka starf sem að fer fram hérna í húsi í bókasafni Reykjanesbæjar. Standa fyrir svona viðburða dagskrá, mikilli og metnaðarfullri og skemmtilegri og bæjarbúar að kunna vel að meta þetta. Það hefur fjölgað töluvert á þessa viðburði. Á móti kemur að almennum útlánum hefur fækkað eitthvað sem er kannski ekki alveg að marka það sem að einhver villa var í skráningarkerfinu. En samt er starfið hérna niðri alveg til háboruna fyrirmyndar. Byggðasafnið er ennþá að vinna að skrásetningu safnkosta og benda sérstaklega á að kíkja á vefinn á sarpur.is þar sem menn geta farið augum þá gripi sem að við safnaði gegnum árin. Listasafnið heldur áfram sínu starfi með öflugum sýningum og það er alltaf áhugaverðar sýningar í dúshúsum. Í lið 4 og 5 þá er getið sérstaklega minjar sem við erum að halda til haga og fer þá að þakka Guðmundi Sigurbergsinni sem ætlar að taka sér að geyma gamla vélasamstæði úr HF-húsinu þar sem að HF-húsi sem slíkt er gengið sér til húðar og þarf að rýma fyrir nýjum verkefnum. Og Keilir ætlar að henda upp eins og einni flugvél í túnfætinum. Það getur minnst gamla verndarans okkar eins og einni þotu. Við tókum saman styrki í þjónustusamninga og verkefni og ég minntist á það síðast að ég vildi endilega fá meiri pening og ráðið alveg sammála það að það væri mjög gaman að fá meiri pening vegna þess að það var fullt af áhugaverðum verkefnum sem við urðum að hafna. Þó gátum við sett þarna í nokkur verkefni og þetta er mikið söng. Margir kórar, mjög virt kórastarf hérna og það er verið að setja upp sýningar á ljósanótt með bliki auga fær þarna stærsta verkefnastyrkin sem er þó ekki nefn að bara dropi í hafið og það er ágætt ef við gætum svona allavega hent tvöfalda þennan styrk að ári því að það er næg verkefni. Undir önnur mál þá er eitt og annað sem vert er að minnast á vegna þess að Leikfélag Keflavíkur er að setja upp að því að mér er sagt einn besta söngleik sem þeir hafa sett á svið. Ég á eftir að fara. Ég stefnaði að fara helgina, það er ekki seinna á vegna. Ég hvet alla til að grípa tækifærið. Aldrei að vita hvenær þarf að taka niður svona sýningar en ég heyri ekki annað en þetta sé bara með því betra. Safnahelgin tókst gríðarlega vel.
mjög margir sem tóku þátt í hinum ýmsu viðburðum sem voru sérstaklega hérna á svæðinu. Og að lokum þá ekki hægt annað en að minnast Viðars Oddgeirssonar sem féll frá langt fyrir aldur, þar sem að hann lagði mikið af mörkum í að safna myndefni af svæðinu og var nánast í fullu aukastarfi við það að skrásetja og bókfæra og skjalfesta. Þannig að þetta var mikill missir fyrir okkur. Takk fyrir. Var þið laust? Mér langar kannski aðeins að bæta við. Ég tek undir það er mikill missir í því að í Viðar Oddgeirssyni sem að hafi verið með okkur í allslags verkefnum í gegnum tíðina, bæði sem ungur maður og síðan á fullorðinsárum. Ég til dæmis átti í samskipti við hann í Lúðrasveit Keflavíkur á sinni tíma og þar var hann orðinn formaður á unga aldri og rak okkur áfram með harðri hendi og sinnti því máli fjarska vel og hann hefur alltaf verið bóngóður. Hann hefur séð upptöku á 1. maí fyrir stéttarfélögin, áratugi aftur í tímann, þannig að það er mikill söknuður í honum. Ég vil líka nefna sýningu Leikfélags Keflavíkur sem er í gangi núna og er nú að klárast. Mikill söngur og gleði og gaman að fara þarna og horfa á ungviðið okkar, sinna þessu menningarverkefnum. Öðru leyti er ég bara kátur. Ég ætla að lýsa yfir vanhæfi í afgreiðslu þessa fundargerð vegna þess að ég er tengdur einu þeirra verkefna sem að fékk úthlutun og tek þar af leiðandi ekki þátt í afgreiðslu fundargerðarinnar. En þeir sem geta samþykkt fundargerðina, hún er samþykkt þá 10-0. Þá er komið að lið númer 5 sem er aðlögunaráætlun til ársins 2022 og bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson mun fylgja henni úr hlaði. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Það má kannski segja að það séu svona ákveðin tímamót í okkar starfi hér í bæjarstjórn Reykjanesbæjar. Nú þegar við leggjum fram þessa aðlögunaráætlun svokallaða þann 21. mars 2017 og ég veit og er mjög meðvitaður það að bæjarfulltrúar hafa ekki haft langan tíma eða tök til að kynna sér skjalið því að það var verið að vinna þetta alveg fram á síðustu stundu og þið eru enn að glöggva ykkur á því en þetta er fyrri umræða og ég ætla að fara í gegnum þessi plögg og óska svo eftir því virðulegu forseti að við vísum málinu til síðar umræðu á þarnæsta bæjarstjórnarfundi sem væri þá 18. apríl næstkomandi. En eins og bæjarfulltrúar vita að þá var kveðið á það í því sem við köllum nú ennþá nýjum sveitarstjórnarlögum sem eru þó orðin 5 ára gömul að skulda hlutfall eða skulda viðmið sveitarfélaga mætti ekki vera meira árið 2022 eða nema hærri prósentu en 150% af tekjum sveitarfélaga, reglulegum tekjum og þetta skulda viðmið er sérstök stærð sem er skilgreind í sveitarstjórnarlögum og eru allar skuldir sveitarfélags á móti tekjum en að teknu tilliti til einhverja þátta eins og lífeyrissjóðsskuldbindinga inn í lífeyrisskuldbindinga eftir 15 ár, það má taka það út, kröfur, leigukröfur til dæmis sem að ríkið fjármagnar eins og við erum með við skuldum 1,5 milljarð í hjúkrunarheimili nýju en fáum það tilbaka á löngum tíma með leigugreiðslum frá ríkinu
og svo framvegis. Það eru nokkrir svona liðir sem eru vel skilgreindir í sveitarstjórnarlögum að megi draga frá skuldum og til verður þá þetta hugtak skuldaviðmið sem að má ekki vera meir en 150% og eins og bæjarfulltrúar vita þá þegar lögin tóku gildi árið 2012 að þá voru nokkur sveitarfélög, þar á meðal Reykjanesbær, vel yfir þessu skuldaviðmiði og fengu þó 10 ár til þess að, eða sem sagt hafa 10 ár til loka árs 2022 til að koma sínum málum í lag og koma skuldaviðmiðinu undir 150% og eiga að leggja og átt að leggja fram eins fljótt og hægt væri aðlögunaráætlun svo kallaða sem sýnir þá hvernig þau ætla að nálgast verkefnið. Nú þau sveitarfélög sem voru yfir skuldaviðmiðinu hafa langflest skilað slíkri áætlun og mörg eru nú komin undir viðmiðið nú þegar 5 árum síðar sem mjög ánægjulegt. Reykjanesbær skilaði aðlögunaráætlun árið 2013 en hún einhverjum hluta vegna þá reyndist hún ekki standast alveg og var mjög fljótt talin óraunhæf. Þannig að við höfum frá því að þetta kjörtímabil hófst verið að vinna að og í raun má segja alveg frá 2013 að gera nýrrar aðlögunaráætlunar sem að sýnir glöggt hvernig við hyggjumst ná þessu markmiði og uppfylla þannig kröfu lagana skuldaviðmið. Nú, í þeim tilgangi þá fór fram mikil vinna árinu 2014, greiningavinna, alls konar ráðgjafa sem að koma að málinu og í októberlok 2014 þá var sett fram áætlun það hvernig Reykjanesbær hyggst ná þessu skuldaviðmiði og hún var og fékk nafnið Sóknin og við höfum byggt allar okkar gjörðir og aðgerðir á sókninni síðan þá og munum gera enn. Í lok árs 2016 þá lögðum við fram fjárhagsáætlun fjárheimildir ársins 2017, það er að segja yfir núna þessa árs og næstu 3 ára. Ætluðum þá að reyna að leggja fram aðlögunaráætlun en vorum ekki tilbúin með hana en erum með hana tilbúna núna og hún byggir á samþykktri fjárhagsáætlun en þó með nokkurum breytingum sem að ég ætla að fara aðeins yfir hér. Breytingarnar eru aðalega af þrennum toga. Það er að segja, í fyrsta lagi að þá gerum við ráð fyrir að endurfjármagna skuldir Reykjaneshafnar með því að taka nýtt lán hjá lánasjóði sveitarfélaga upp á 3,6 milljarða króna og greiða upp skuldir og skuldabréfaflokka og önnur lán sem að hvíla á höfninni sem eru með óhagstæðari vöxtum. Við fáum mjög hagstæða vexti á þessu láni frá LSS eins og lánasjóður sveitarfélaga heitir og það eru bestu kjör sem að okkur bjóðast og við ætlum þar að skuldbreyta þessum skuldum hafnarinnar og gerum ráð fyrir að fá vexti sem að nema 3,25% en vextir af þessum skuldabréfaflokkum í dag eru 6% og samtals á þetta á tímanum að færa okkur hagræðingu upp á 1,3 miljard eða 1300 milljónir króna. Það er aðgerð sem við ætlum að fara í höfninni. Nú, við erum líka að breyta útkomuspá ársins 2016 við nýjustu upplýsingar eins og þær eru núna í marsbyrjun 2017. Við lækkum verðlag, handbært fé hjá okkur er að aukast vegna minni fjárfestinga á síðasta ári og sölu eigna og framleiðabata. Reksturinn hjá okkur hefur gengið ágætlega núna undanfarið, meðal annars vegna þess að hingað flyst fólk í stórum stíl, þrátt fyrir hrakspár og svartsýni spár þegar útsvarið var hækkað, ég kem nú betur á því á eftir. En hér er fordæmalaus, má segja, fjölgun íbúa upp á 7,4% á síðasta ári. Og það hefur skilað sér í hærri tekjum til okkar og betri afkomu vegna þess að við höfum ekki ennþá þurft að fara í miklar nýja framkvæmdir eða fjárfestingar í innviðum vegna þessara fjölgunar. Við erum að nýta skólavel, leikskólavel,
það var til og til ennþá eitthvað á lausu húsnæði, þannig að fólk hefur svona getað nýtt þessa innviði vel. Og í þriðji þátturinn sá að við gerum í ljósi þessarar fjölgunar íbúa, þá erum við að gera breytingar á því sem áður var talað í fjárhagsáætluninni þegar forsenda var 1,6% fjölgun íbúa í henni, en nú erum við að hækka það viðmið og gerum ráð fyrir meðaltalsfjölgun íbúa upp á 2,5% á tímabilinu, það er að segja til ársloka 2022, sem talsvert meira en landsmeðaltalið, en í landsmeðaltalinu gert ráð fyrir að íbúum fjölgi að meðaltalum 1,1%. En við erum að gera ráð fyrir talsvert meiri fólksfjölgun hér á okkar svæði að jafnaði, og það náttúrulega breytir svolítið tekjuáætlun aðlögunar áætlunarinnar. Þannig að tekjur verða meiri en kostnaður verður meiri líka, og í heildina má segja að við ætlum okkur að ná þessu markmiði með því að reyna að auka framleiðina og halda í við kostnaðaraukan, þannig að við náum að nýta þessa tekjuaukningu eins vel og mögulegt er. Ef að þetta gengur allt eftir, ef að sóknin gengur eftir eins og hún hefur verið kynnt, og þá ættum við að komast undir þetta 150% skuldaviðmið í árslok 2022, og þá má segja 2 sviðsmyndir uppi. Það er að segja önnur miðað við það að við séum með fyrirtækið HS Veitur sem við eigum að meirihluta, eða Reykjanesbær á að meirihluta orkufyrirtækið okkar, inni eða ekki. En með HS Veitum þá ættum við að vera í 149% í árslok 2022. En ef að við tökum HS Veitur út fyrir sig eða út úr þessum áætlunum eins og lög heimila, þá verðum við í 146% eða 4% undir skuldaviðmiðinu, miðað við það að allar þessar forsendur sem að hér eru setta fram gangi eftir. Nú bara svona hlaupa áfram í gegnum þetta. Helstu aðgerðir sem að við förum í á þessu tímabili og byggjast á sókninni, það má segja að þær sömu og kynntar voru á sínu tíma þar. Það er að segja að við erum að bæta framlegð úr rekstri og höfum verið að gera það bæði með því að hækka útsvar. Það er hæsta útsvar á Íslandi hér núna 15,05%, og við höfum sem sagt notið góðs af því undanfarið, en það er gert ráð fyrir að afnema þetta sérstaka álag útsvarið þann 1. janúar næstkomandi, þannig að útsvar verður aftur 14,52% frá og með 1. janúar 2018, og síðan setjum við okkur skýr markmið framlegð alhlutans og högum okkar rekstri þannig að við náum þeim markmiðum. En við gerðum ráð fyrir á árinu 2017 yrði framlegðin 12% og við stefnum að því. Við vorum líka með svipuð markmið árið 2016, en mér sýnist á þeim svona tölum sem við erum að sjá núna í væntanlegum ársreikningi að framleiðin sé heldur meiri á síðasta ári af þessum sökum sem ég nefndi áðan eða þessum ástæðum, að tekjur eru aukast en kostnaðurinn hefur ekki hækkað að sama skapi að minnsta kosti ennþá. Nú við erum líka að gera ráð fyrir fjárfestingum, og það er náttúrulega að fara svolítið eftir hvernig fólksþróunin eða íbúaþróunin verður hjá okkur. Hvort að ef það fjölgar mikið íbúum þá þurfum við náttúrulega að bregðast við með fjárfestingum í skólum og leikskólum og slíku, og gatnagerð og nýjum lóðum. Þannig að það er svona ákveðin forsenda fyrir því, en það sem við vitum núna er að við þurfum að byggja nýjan, og það er undirbúningur að búa að kynna það verkefni, nýjan skóla inn í Njarðvík, og gera ráð fyrir á tímabilinu þá verði nýjar lántökur vegna þess það er eitthvað staðar í kringu 3 til 3,5 milljarð, og á þessu tímabili til 2022, en við þurfum líka að fara í áframhaldandi gatnagerð og ný hverfi, og í fundagerðinni hjá ÖSK í dag, umhverfis- og skipulagsráð, þá var meðal annars verið að fjalla nýtt aðalskipulag sem við munum væntanlega samþykkja eða leggja hér fyrir samþykktar á næsta fundi, og
og þar gert ráð fyrir nýjum hverfum og nýri uppbyggingu og þéttingu byggðar, þannig að við þurfum að eiga peninga og fjárfesta talsett í þessu. Nú, þriðji liðurinn í sókninni, hann snýr að endurskipulagningu efnahagsreikningsins og það hefur nú kannski helst birst svona almenningi sem undir orðinu viðræðu við kröfuhafa. Og þar gert ráð fyrir að allt það ekki búið að semja við þessa sömu kröfuhafa, en við teljum okkur vera nokkuð langt komin og við gefum okkur þær forsendur að það sem að þar hefur verið talað að það gangi eftir. Og þá snýr það í samstæðunni aðalega að tveimur hópum, það að segja lánveitendum eignarhaldsfélagsins Fasteignar annars vegar og svo kröfuhöfum Reykjaneshafnar hins vegar, eins og ég sagði áðan, sem við gerum ráð fyrir að endurfjármagna það. Nú varðandi fasteign, að þá gert ráð fyrir að félaginu verði skipt upp í 2 félög sem við köllum F1, eignarhaldsfélagi Fasteign 1 og eignarhaldsfélagi Fasteign 2, F1 og F2. Og í F1 fara allar eignir sem að við teljum okkur ekki geta verið án og getum ekki verið án vegna meðal annars lögboðun og þjónustu eins og skólar og íþróttahús þar sem kennt leikfimi og íþróttastarfsemi önnur sem að þar fer fram, leikskólar og fleiri byggingar sem að fara í þann flokk og í F1 og við höldum áfram þeim skuldbindingu sem þar eru, en í F2 munu fara eignir sem að við teljum að sveitarfélagi geti verið án, þær eru 8 talsins og þar má meðal annars nefna Dráttarbrautarhúsið í Grófinni, golfskálinn í Leiru, íbúðarhús nærri íþróttahúsi Njarðvíkur, hljómahöll og fleiri mannvirki sem að við teljum að sveitarfélagi geti verið án og það samtals færir okkur hagræðingu í skuldum upp á 2,2 milljarða. Nú, fjórði liðurinn í endurskipulagningunni og í sókninni var að koma í veg fyrir og stöðva fjárstreymi úr A-hluta bæjarsjóðs niður í B-hlutastofnanir. Það eru aðalega 2 B-hlutastofnanir eða B-hluta fyrirtæki sem að verða eða hafa áhrif þar á og það er annars vegar Reykjaneshöfn eins og hér hefur komið fram sem B-hluta fyrirtæki í eigu Reykjanesbæjar og í ábyrgð eða undir ábyrgð Reykjanesbæjar og hitt félagið eru Fasteignir Reykjanesbæjar sem að halda utan félagslega húsnæðiskerfið okkar. En með nýjum lögum almennar íbúðir sem Alþingi samþykkti í fyrra vor, þá heimild fyrir því að breyta eða færa félagslega húsnæðiskerfið í sjálfseignarstofnun sem að heitir, nota skammstöfuna HSS eða húsnæði sjálfseignarstofnun og við erum að undirbúa það að færa félagslega húsnæðiskerfið að mestu leyti inn í húsnæði sjálfseignarstofnun og við erum búin að finna nafn á það ágæta fyrirtæki, heitir Almennar íbúðir, HSS og við gerum það á þessu ári. Þetta getur haft í för með sér einhverja hækkun á leigu til þeirra sem þar búa en á móti á að koma að leigubætur eða húsaleigubætur því fyrirkomulagi hefur verið breytt þannig að menn ættu að koma jafnir út en við höfum eftir að kynna þetta betur fyrir íbúunum þegar þar að kemur og gerum okkur grein fyrir því að þetta verður ekki auðvelt skref en þetta engu að síður nauðsynlegt og með HSS þá verður félagslega kerfi gert sjálfbært að því leytinu til að það ekki reikna með að A-hluti bæjarsjóðs sé að leggja meiri peninga þar inn, heldur verði leigan látin standa undir þeirri starfsemi. Nú eins og ég sagði áðan þá íbúðaþróunin, núna erum við miðað við 2,5% meðaltalsfjölgun íbúa. Það var mjög mikil fjölgun íbúa hér árið 2007, þá fór hún yfir 12% sem var einstætt og alveg einstakt á þeim tíma og þá flyktist hingað fólk og
það kom meðal annars til að því að þá var skyndilega mikið húsnæði í boði að Ásbrú og Keilir var að hefja starfsemi og það flýttist hingað nemendur og fjölskyldur þeirra sem var bara hið besta mál. En því ekki að heilsa núna, það að segja að þetta öðruvísi samsetning núna hjá okkur og fjölgunin á síðasta ári sem var 7,4%, hún samastendur af vinnuafli mestmengnis, þar að fólk að flytjast hingað á svæði vegna vinnu sinnar og tekur fjölskyldur með. Það talsverður hópur útlendinga í því og eftir því sem að við sjáum best og vitum best að þá verður ekkert lát á því á næstu misserum. Þannig að það rétt að gera ráð fyrir þessar aukningu þar. Nú, rekstur og framlegð hjá okkur eins og ég sagði áðan, þá hefur framlegðin verið með miklum ágætum núna undanfarið og verður á árinu 2016 og líklega árinu 2017 líka, en svo gert ráð fyrir að hún minnki og við erum með svona í hærri kantinu núna í samanburði við önnur sveitarfélög, þau sveitarfélög sem við berum okkur við, sem eru þessi stærstu, það að segja fyrir utan Reykjavík, það er Hafnarfjörður, Kópavogur, Akureyri, Garðabær og Mosfellsbær og við erum í hærri kantinu þar, en svo sjáum við fram á að þessi gósentíð í framleiðinni, hún muni nú breytast þegar að nýjir skólar og leikskólar og annar rekstur fer að tikka inn í starfsemina hjá okkur og þá náttúrulega eykst kostnaðurinn óumflýjanlega þar og óhjákvæmilega og þá dregur úr þessari framlegð. Og eins og ég sagði áðan, þá gert ráð fyrir fjárfestingum, talsverðum á tímabilinu. Við ráðgerum að vera með svona, ef við getum sagt, almennar fjárfestingar í götum og svona tilfallandi verkefnum, eins og við höfum verið að gera núna undanfarið upp á 300 milljónir króna á ári og út þetta tímabil til ársloka 2022, en svo koma sérstaka fjárfestingar eins og nýji skólinn í Dalskörju sem enn hefur ekki fengið nafn. Og við erum að gera ráð fyrir að fjármagna hann alltaf 3,5 milljarði á tímabilinu, en við vitum náttúrulega ekki hver heildarkostnaðurinn er ennþá. Við höfum eftir að ljúka hönnun og bjóða síðan út verkefni og hann gæti orðið, heildarkostnaður gæti orðið meiri, en við, eins og ég segi, við áætlum að þetta séu 3,5 milljarður á tímabilinu núna. Nú, það nú margt hægt að segja þetta. Við hefum búin að tala hérna Reykjaneshöfn og fasteignir Reykjanesbæjar. Eitt viðbóta kannski þessar svokölluðu B-hlutastofnanir, en það Víkingaheimar eða Víkingasafnið okkar. Við erum búin að leigja það til einkaaðila núna tímabundið og þeir hafa forkaupsrétt, þeir aðilar á safninu til ársloka 2000, kauprétt til ársloka 2020. Þannig að við gerum ráð fyrir að selja Víkingaheima í síðasta lagi þá, hugsanlega fyrr, en vonandi þá og þeirra vegna að það að segja kaupendana að þeir geti eignast þetta fallega og góða safn og við verið laus við það út úr okkar rekstri. Það bara vinn-vinn fyrir báða aðila. Nú, þá held ég að svona það sé nú búið að segja það sem að þarf að segja í þessu. En aðeins varðandi fjárfestingar, að Reykjanesbær á meðal þeirra sveitarfélaga sem á hvað mest af eignum per íbúa, miðað við enn og aftur þessi sveitarfélög sem við höfum verið að bera okkur saman við. En við eigum líka mest af skuldum, en að því að við eigum mest af eignum, þá teljum við að það sé svigrúm til þess að halda aðeins að sér höndum í því og reyna að halda fjárfestingum í öðrum innviðum í lágmarki, en við gerum ráð fyrir að huga einhver síður vel að þessum eignum sem við eigum og við þurfum að bæta í viðhald. Það hefur verið kannski aðeins skortur á því hjá okkur að sinna þessum eignum nægilega vel, bæði húsum og kannski gatnakerfinu, en vonandi komumst við til þess að fara að sinna þessum viðhaldsþætti betur. Nú, þetta svona það sem ég vildi segja kannski forsendurnar, en vil hvetja bæjarfulltrúa svo á milli funda til þess að kynna sér þetta vel og senda okkur þá fyrirspurnir eða hafa samband, og við náttúrulega ræðum þetta í bæjarráði aftur. Við ætlum að ræða þetta í bæjarráði á
fimmtudaginn og væntanlega næstu fimmtudaga. Og við eigum fund með eftirlitsnefnd með fjármála sveitarfélaga á fimmtudaginn líka. Við eigum fund með kröfuhöfum í fyrramáli þar sem við erum að kynna þessa áætlun sem að þið fenguð í hendur í dag og þeir hafa svo sem ekki séð ennþá. Þannig að við þurfum að kynna þetta plagg fyrir öllum og við hvetjum ykkur til þess að fara vel ofan í saumana á því og þannig að við vinnum þetta jafn vel saman hér eftir eins og hingað til. Nú bara aðeins seinni hlutina þessari yfirferð minni snýra áætluninni sjálfri. Þetta voru svona kannski forsendurnar sem ég var að fara yfir áðan, en áætlunin sjálf, forsendur hennar eru margs konar og við breytum aðeins uppsetningunni á skjalinu, þar að segja forsendurnar eru núna fremstar í skjalinu, hafa venjulega verið aftast, þannig að bæjarfulltrúar eiga að geta svona séð þetta í nokkuð lógískri röð. Og svo samantekt fyrir samstæða A og B hluta þarna fyrst í skjalinu og síðan þá fyrir bæjarsjóð sér á blaðsíðu 11, þar byrjar A-hlutin og svo eru sundurliðanir þá yfir málaflokka og efnahagsreikning og sjóðstreymisyfirlit fyrir hvert ár fyrir sig. 2017, 18, 19, 20, 21 og 22 og ég ætla ekki að fara yfir alla þessa liði hér og nú, en bara svona stikla aðeins á forsendunum að við erum að gera ráð fyrir með þessa íbúafjölgun að íbúar verði hér í árslok 2022 orðnir 18.970 eða tæplega 19.000 manns. Við erum að gera ráð fyrir óbreyttu atvinnustigi og atvinnuleysi sem er nánast ekkert verði áfram þannig. Það vantar fólk til vinnu frekar en hitt. Við erum að gera ráð fyrir að aldurssamsetning íbúa verði hlutfallslega óbreytt, þar að segja það séu áfram jafn hlutfallslega mörg börn á leikskólaaldri og grunnskólaaldri og kannski eldri borgara líka, þó svo að það séu til útreikningar og spár sem að sýna eldri borgurum munu hlutfallslega fjölga og þá eru þetta allt saman spár og við þurfum að skoða þær vel. Við erum að gera ráð fyrir, eins og ég sagði áðan, að útsvar lækki aftur áramótin úr 15,05 í 14,52 en við erum að gera ráð fyrir að fasteignaskattur sem var hækkaður aðeins leið útsvari að hann verði áfram eins og hann núna. Það er að segja hann verði ekki lækkaður aftur en með honum eins og hann núna þá erum við eins og helmingur íslenskra sveitarfélaga. Við erum í sömu, með sama fasteignaskattsprósentu og helmingur íslenskra sveitarfélaga hér. Nú, við erum að gera ráð fyrir að í höfninni, í Reykjaneshöfn, að árið 2021 þá verði reglulega tekjur af þeim verkefnum sem þar eru bæði komin á stað og í farvatninu. Ef ég tek fyrst United Silicon, þá verði reglulega tekjur af United Silicon orðnar 137 milljónir króna á ári, árið 2021. Árið 2020 þá verður reglulega tekjur af Thorsil, gangi það eftir 178 milljónir á ári og við gerum ráð fyrir að fasteign í Reykjanesbæ sem verður þó búið að breyta í húsnæðis sjálfseignarstofnun að það ágæta félag hætti starfsemi svona þegar breytingin hefur átt sér stað. Nú, síðan það kannski sem er rétt að vekja athygli á hér í forsendum að það eru arðgreiðslur frá Hitaveitu eða HS Veitum að við erum með áætlun það frá stjórn HS Veitna að það verði greiddur út arður sem nemur 500 milljónum króna á ári út tímabilið og við eigum helminginn í fyrirtækinu og gerum þá ráð fyrir því okkar áætlun að það 250 milljónir af þessum 500 milljónir rennir til okkar. Þetta eru svona þessar helstu lykilforsendur. Nú síðan langar mig þá til þess að fjalla aðeins hennan rekstrarreikning A og B hluta með leyfi forseta ef ég má halda áfram. Að við erum að gera ráð fyrir að tekjur á tímabilinu til ársloka 2022 hækki allnokkuð. Samkvæmt útkomuspá 2016 þá verða það tæpi 19 milljarðar. Við erum að gera ráð fyrir að verði 19,6 milljarðar á þessu ári
en að í árslok 2022 verði tekjur samstæðunnar orðnar 24,3 milljarðar króna. Þetta talsverður tekjuauki og sem er vel ef okkur tekst að halda kostnaðinum innan marka og þannig að við náum meiru út úr kerfinu í framlegð og getum haldið meiru eftir til þess að bæði þjóna lánum vegna fjárfestinga í fortíðinni og í framtíðinni, taka á móti afskriftum og öðrum þeim liðum sem að geta farið í nýja fjárfestingar og slíkt og það er ánægilegt að segja frá því að frá með 2018 þá er gert ráð fyrir að heildarrekstrarniðurstaða samstæðanna verði jákvæð öll árin og við séum þá komin á rétt ról í þessu. Það er ekki mikill afgangur árið 2018, rúma 90 milljónir, en hann síðan fer stighækkandi og verður reikna með að verði rúmur milljarður árið 2022. Það er gert ráð fyrir talsverðum jákvæðum árangri á þessu ári sem tengist því að við erum að reikna okkur til nokkurs konar söluhagnað við breytingu fasteigna Reykjanesbæjar í HSS, þannig að við getum fært það þannig, en þetta er náttúrulega allt saman bara áætlanir en bara fínar, það líta bara vel út miðað við þetta hjá okkur. Nú síðan ef við skoðum aðeins efnahagseiningin, að þá er gert ráð fyrir að eignarhlutir í félögum aukist með þessari tilfærslu, þá verðum við stór hluthafi í sjálfseignarstofnuninni, í húsnæðis sjálfseignarstofnuninni, þannig að það hækkar og á móti kemur að leigueignir okkar munu lækka. Það er að segja, í dag erum við að færa inn hjá okkur eignir á móti þessum leiguskuldbindingum og þær munu lækka rúma 2 milljarða á móti. Þá held ég, virðulegur forseti, að ég sé svona búinn að fara yfir þær lykiltölur sem að við langaði að hlaupa hér yfir á handahlaupum en er að sjálfsögðu tilbúin til þess að ræða og fara yfir málið hér og nú. Fjármálastjórinn okkar Þórey er hérna með okkur líka í salnum og ég vil nú nota þetta tækifæri áður ég fæ mér sæti, virðulegur forseti, til að þakka fjármálastjóra og starfsmennu Reykjanesbæjar fyrir þá miklu vinnu sem hefur verið lögð í þetta plagg, bæjarfulltrúum sömuleiðis fyrir mjög gott samstarf og þeim ráðgjöfum sem hafa og er að vinna með okkur í þessu verkefni öllu saman. Að þakka þeim fyrir velunni störf og hlakka til að vinna með þeim áfram í þessu öllu saman. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Böðvar Jónsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, takk fyrir þessa ágætu yfirferð. Aðlögunaráætlunin liggur nú fyrir og hefur verið bara unnin í ágætri sátt bæjarfulltrúa eins og bæjarstjóri kom hér inn á. Ég held að hún sé lögð hér fram í góðri trú allra bæjarfulltrúa og í sjálfu sér allir orðnir mjög ásáttir þær forsendur sem að hér eru lagðar til grundvallar og í raun tel ég nú að við gætum allt eins afgreitt hana eftir hálfa mánuð en ef að menn vilja taka síðar umræðu eftir mánuð þá er það auðvitað sjálfsagt. Auðvitað miðar öll þessi vinna og öll þessi áætlun að því að við uppfyllum þessi skuldaviðmið sveitarstjórnarlaganna fyrir árslok 2022. Mig langar aðeins að í raun velta fyrir okkur svo framtíðinni. Hvernig hugsum við þetta mál og hvernig í raun tökum við til umfjöllunar þessi skuldaviðmið sem að við búum við. Nú eru þau búin að vera í gildi í 5 ár og við erum búin að vera að berjast við þetta í þessu samfélagi hér, þessu vaxandi samfélagi, að ná okkur niður fyrir þessi viðmið.
Og ef að við sjáum aðeins fyrir okkur framtíðina eins og framtíðarsetur Íslands var að setja fram, að hér verði 55% aukning íbúa á næstu 13 árum, þá þýðir það að jafnaði 3,5% fjölgun á ári, sem ég held að sé mjög í raun bara raunhæf spá og líkleg spá til þess að ganga eftir. Það þýðir það að íbúar Reykjanesbæjar munu fara úr því að vera 16.500 sem voru eða tæplega síðustu áramót í 26.000 á þessu tímabili. Það fjölgun upp á tæplega 10.000 manns, 9.700 manns, það jafn mikið og Mosfellsbær í dag, sem væri hér að bætast við á þessu tímabili. Ef við horfum á tekjuþróunina sem að mun verða og þá ætla ég ekki að taka sömu tölur og Kjartan var að nota hér vegna þess að þar verið að gera ráð fyrir ákveðnu vísitölu inn í reksturinn. Heldur ef við horfum bara á þær eins og þær eru núna og gerum ráð fyrir að þær vaxi í sama hlutfalli, það er að segja 55% af þessum 13 árum, þá eru þær að vaxa 7 til 8 milljarða á ári, á verðlagi ársins í ár. Og miðað við það, þá erum við að tala um það að við getum aukið skuldsetningu þessa samfélags svona 10 til 12 milljarða. Á tímabilinu. Ekki ári. Nei, á tímabilinu. 10 til 12 milljarða á tímabilinu, svo það sé alveg á hreinu. En til þess að taka við tæplega 10.000 manns, 9.700 manns, þá þurfum við að byggja 3 grunnskóla og 4 til 6 leikskóla. Það er bara fjárfestingin í skólamál. Og núna erum við að velta fyrir okkur byggingu nýs grunnskóla í Dalshverfi og erum að fá svona líklega tölur inn í það og kostnaðaráætlanir, þar sem við vitum að grunnskóli kostar 3,5 milljarð og leikskóli kostar 500 milljónir. Þannig að bara þessi fjárfesting, hún verður 12-13 milljarðar á verðlaginu í dag. Og þá erum við eftir að fjalla alla fjárfestingi í öðrum innviðum eins og íþróttamannvirkjum sem ekki tengjast tengjast skólamálunum, tómstundamálum, menningamálum, málefnum aldraðra, því að vissulega mun þeim fjölga með sama hætti eins og öðrum íbúum. Og við þurfum líka að velta því fyrir okkur að við þurfum að brjóta ný hverfi og leggja götur og gangstéttir. Og jafnvel þó að við gerum ráð fyrir því til lengri tíma að gatnagerðargjöld skili sér að fullu til þess að byggja upp þessi hverfi, að þá er það enga síður svo að við þurfum, eins og við vitum, að leggja það út og þurfum að taka þær framkvæmdir að láni í 2, 3, 4 ár þangað til að gatnagerðargjöldin hafa skilað sér og greitt upp þær framkvæmdir. Þannig að þær eru aukin skuldsetning fyrir samfélagið að minnsta kosti á meðan á þeim framkvæmdur stendur. Þannig að horfandi á þetta dæmi eins og það lítur út, að þá gengur bara reikningsdæmið ekkert upp. Við getum ekki vaxið með þessum hraða ef við eigum að binda okkur inn í þessu fjármálareglum sveitarstjórnarlaganna 150% skuldavíð. Og þetta er auðvitað bara þekkt í öllum rekstri, þekkt í fyrirtækjarekstri og sveitarfélögum og annar staðar á meðan að menn er að stækka, meðan að vöxturinn er ör, þá skuldsetja menn sig á meðan að þeir eru að taka á móti því og svo skila tekjurnar sér til lengri tíma. Nákvæmlega eins og við höfum bara verið að horfa á okkar samfélag síðustu ár.
Þannig að ef að við ætlum að mæta þessum fjölda sem að hingað mun koma og gera það með skipulögum hætti og undirbúa það og taka við íbúum með þeim hætti sem við viljum sjá þá komin í samfélagi, þá þurfum við að búa til áætlanir sem að gera ráð fyrir uppbyggingu þessara grunnskóla og leikskóla. Og ég held að við munum alltaf, við stýrum ekki þessari fjölgun, hún verður. Það er alveg ljóst að íbúa koma hér, þeir munu þá bara búa í hverjum kústaskáp sem er laus ef að við verðum ekki undir það búin að taka við þeim með öðrum hætti. En þá verður fjölgunin ómarkviss og hún verður tilviljunarkennd og hún mun ekki koma inn í þau skólahverfi þar sem að við viljum og svo framvegis. Og mér finnst svolítið þegar við erum að velta fyrir okkur bæði auðvitað þessari aðlögunaráætlun sem auðvitað bara miðast við eitt ákveðið ár og verkefnið að ná einhverju viðmiðum á ákveðnu ári. En þegar við erum að horfa til dæmis á aðalskipulagið sem að nú var frestað til þess að síðast á fundi Usk til þess að reyna að skoða eins þær forsendur sem að við erum að horfa fram á sem var vel. Þá þurfum við að fara að gera ráð fyrir þessari miklu aukningu sem að verður hérna á næstu árum. Jafnvel þó að það muni kosta okkur það að við förum umfram þessi 150% viðmið. Þannig að ef við erum alltaf að skipuleggja okkur lítið, þá verður uppbyggingin ómarkviss. En ef við verðum undir það búin, þá verðum við tilbúin að taka við því. En punkturinn í þessu öllu er kannski sá að ég held að fyrir samfélagi eins og okkar og fyrir svæði eins og okkar, Suðurnesin, að þá er þetta 150% viðmið bara útilokað að geti gengið upp á meðan að sveitarfélögin og samfélagið er að stækka með þeim hætti sem við erum að vinna í núna og sjá fram á. Þannig að það sem ég held að við þurfum að fara að ræða við þingmenn, ráðherra, er að það er ekki hægt að setja svona reglur sem gilda með sama hætti hvort sem það er í vaxandi samfélagi þar sem við lendum í því að taka við 7 eða 8% íbúaaukning á einu ári eða sveitarfélagi á Vestfjörðum eða Austurlandi þar sem er bara stöðuleiki og engin íbúafjölgun eða mjög hæg íbúafjölgun á milli ára. Þetta var svona hugleiðingin. Ég held að við þurfum að fara aðeins að velta þessu fyrir okkur en vil taka undir með bæjarstöðu. Ég vil þakka fyrir þá vinnu sem búið að leggja í þessa aðlögunaráætlun og taka það fram að hún er unnin í góðri sátt og lögð fram hér í góðri sátt af minnst okkar stöðlum í bæjarráði. Kristinn Jakobsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir og bæjarstjóri. Já, það er ánægjulegt að sjá fyrir endan á viðræðum við kröfuhafa, í rauninni ekki alveg kannski en hérna það sé fyrir endan á því, það eru ekki komin alveg á reynd en hérna vonandi tekst það. Þessi aðlögunaráætlun er áætlun og við verðum að taka henni sem slíkri og það eru stór og mikil ef og óvissa og þá sérstaklega varðandi íbúðaþróunina og hún er svolítið viðkvæm gagnvart íbúðaþróuninni þessi áætlun ef fjölgunin er 2,5% eins og gert er ráð fyrir í áætluninu þá gengur þetta eftir en ef hún er 7% eins og var á síðast ári eða hún verður 1,1 eða 1,5% þá er spáin fokin út í veður og vind og þá er spurning hvort hvað á að gera. En eins og gamall kennari minn sagði eða ekki kennari, það var ekki verið maður heldur en Peter Drucker, hann sagði the planning is everything, the plan is nothing. Það er að segja áætlanagerðin er allt en áætlunin er ekkert.
og áætlunin er bara plaggið sem við leggjum fram en áætlanagerðin, vinnan við áætlanagerðina, það er hún sem skilar öllum það er allir meðvitaðar að hvað fer inn í og hvað gerist í áætluninni. Eftir stendur reynslan og þekkingin á þeim óvissu þáttum og þeim þáttum sem er í áætluninni. Og bæjarfulltrúi Böðvar sagði hér áðan að skulda viðmið þessi 150% væri raun og veru ómögulegt. Ég er kannski alveg, ég gagnrýndi þetta hlutfall og þegar maður var í viðskiptafræðina þá lærði maður það að þú tekur ekki tvo þætti úr sikkur reikningnum, það er að segja annars vegar úr rekstrarreikningnum og hins vegar úr efnahagsreikningnum og setur í eina kennitölu. Það er bara no. En opinberir aðilar eins og Alþingi, þau geta veitt sér það og ég spurði það því einhvern tíðan á landsþingi sambandsins, af hverju það er gert. Jú, þetta kemur frá Evrópubandalaginu og það gerir þetta svona þar og þá verðist allt í lagi, allt kemur gott að utan. Upphæðin kemur að utan og allt svona vitleysa kemur að utan. En þessi tala, þessi prósent, þetta hlutfall, það segir okkur ýmislegt, gott viðmið og góð vísbending. Það sem við verðum að horfa á kannski fjármagnsskipan, eins og við gerum í fyrirtækinu, það er fjármagnsskipan eða fjárskipan fyrirtækisins. Hverjar eru skuldirnar og eru það arðbærar? Er fyrirtæki það eða sveitarfélagið það arðbært að það ekki að standa undir þeim skuldbindingum? Og Evrópubandalagið segir það ef að félag eða sveitarfélag er undir 150% skuldamiði, þá eigi það að vera rekstrarhæft. Þetta er áskorun og við verðum að taka henni. Við verðum að taka áskorunni bara með opnum örmum og standa okkur. Þetta er skemmtilegt verkefni held ég fyrir komandi bæjarstjórnir næstu 2 eða 3 kjörtímabila. Þetta eru eins og Böðvar sagði, við ætlum að fara hérna upp í stækka bæjarfélag 10.000 manns á næstu 10 árum að þá er þetta gríðarlega áskorun. Ég talaði á fundi að það væri gríðarlega áskorun að taka á móti 450 manna vinnandi eða 450 vinnandi manneskjum á Keflavíkurflugvelli sem þýðir í raun og veru 800-900 manns íbúafjölgun á svæðinu. Kannski Reykjanesbær tekur ekki við öllu en hann ætti að taka við svona 60-70% staði. Þannig að þetta er áskorun fyrir ekki bara bæjarfélagið heldur samfélagið allt. Þannig að þessi fjölgun hún er ekki innlend, hún verður erlend. Og við sem samfélag verðum að taka þeim áskorunum og vinna í þeim. Gunnar Þórarinsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóragestir. Ég er búinn að glugga í þessari áætlun og pæla í henni og forsenturnar virðast vera ábyggilegar og traustar og hef svo sem ekkert út á þetta setja að öðru leyti því að manni finnst svona hefur það á tilfinninga allavega konan minn segir stundum að Excel sé versti óvinur sannleikans og það er svona hættan sem að við sjáum hérna framundan að þessar spá reynist ekki réttar og mér langar aðeins að fara yfir það í sambandi við fjölgunina þá held ég að maður hafi séð spár sem að eru hærra en þetta sem við erum að gera. Mér minnir að ég hafi séð einhvers staðar
spáum 55% aukningu mannfjölda hér á næstu 10 árum. En hér erum við að tala ykkur 36% ef að sami hraði verður í fjölgun íbúa. Og þarna gert ráð fyrir. Þannig að þetta virðist vera svona nokkuð auðséð að það verði talsverð fjölgun hérna. Og eins og þessi spá gerir ráð fyrir. Það hins vegar auðvitað alveg ljóst að það getur brugðið til beggja vona. Það alltaf hætt á því að hlutirnir breytist. Og auðvitað ræðst þetta talsvert af því hverjir atvinnumöguleikarnir verði hérna í framtíðinni. Það er ljóst að það eru auðvitað einhverjar blikur á lofti. Varðandi Helguvík til dæmis. Því miður hafa þau verkefni ekki komist jafn vel af stað og við gerðum ráð fyrir. Og ástæða til að hafa áhyggjur af því. Nú, það er líka ástæða til að hafa áhyggjur af því að ferðaþjónustan er kvikult fyrirbæri og getur breyst á einu vettvangi. Þannig að við þurfum eins og Böðvar sagði hér áðan, að standa frammi fyrir því og átt okkur á því að hér framtíðaræða með mikilli fjölgun sem er mjög ögrandi og krefst þess að við vöndum okkur vel, veltum fyrir okkur vandlega hvað framtíðin ber í skauti sér. Ég get alveg tekið undir það sem Böðvar sagði hér áðan að þetta viðmið, skuldaviðmið, auðvitað sett til þess að hafa eitthvað aðhald, en stundum þarf að losa beltið, einhvern veginn að gefa færi á því að menn fari upp fyrir þetta skuldaviðmið, en það ekki gert ráð fyrir því í lögunum, einfaldlega. Og við sjáum það alveg fyrir að skuldirnar hljóta á einhverjum þessum tímapunkti næstu 10 árin að fara talsvert yfir 150% ef þessi spá rætist með íbúafjölgun. Nú ætla ég ekki að vera allt á bölsí. Ég hef trú á þessu samfélagi og veit að hér eru mörg tækifæri, ótal mörg. Einfaldlega vegna þess að við höfum alls konar innviði sem aðrir hafa ekki, og þá sérstaklega flugvöllin, sem gefur alveg gífurleg tækifæri ef að því að skipta. En það breytir ekki því að eins og hér var nefnt að þá þýðir þetta það að ef fjölgunin verður að þá svo sannarlega erfitt að raun og veru mæta því þannig að við stöndum í raun og veru ekki í þeim sporum að fara upp fyrir þetta skuldaviðmið og jafnvel rækilega. Þannig að ég ætla bara að vona að þetta rætist sem þarna en geld varhug við því að það getur ýmislegt gerst. Ég vil bara segja það að lokum, þetta hefur búið að vera vöndu vinna hjá því fólki sem hefur tekið þátt í þessu. Og undanfarin ár hafa auðvitað verið gjöful, en það hefur líka reynt á bæjarstjórnina að taka á ýmsum málum, erfiðum málum, sem hafa reyndar skilað árangri í rekstrinum. Og ég hef fulla trú á því að ef við höldum svona áfram að þá getum við náð þokkalegum árangri í framtíðinni, en það getur brugðið til beggja vona. Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þakka bæjarstjóra fyrir góða yfirferð á
aðlögunar áætlun okkar sem við erum búin að vera að vinna að í langan tíma. Ég verð að segja það að þegar við hófum þessa vegferð, sóknina, þá kannski gerum maður sér ekki grein fyrir hvernig vegurinn var framundan. Það er margt gerst á þessum tíma og mikla breytingu orðið á efnahagi bæjarins og margt hefur komið óvart og annað hefur gengið eftir og margt líka ekki gengið eins og við kannski vonaðumst. En þetta er raun og veru risadagur að mínu mati, þessi stund, þar sem við leggjum fram þessa aðlögunaráætlun, að við erum að sjá fyrir endan á stóru máli og fyrir það ber að þakka. Fyrir það ber líka að þakka að menn hafa verið samstiga í þessu. Bæjarstjórnin hefur staðið þétt saman og unnið vel og ekki síst hafa þeir starfsmenn sem hafa borið hittan og þungan að þessu staðið sér vel, sem og allir þeir ráðgjafar sem við höfum verið að vinna með. Ekki nú kannski allt komið ennþá, það er ekki alveg búið að skrifa undir, en allt er þetta á réttri leið. Maður svona velti því fyrir sér, svona kannski í gleði vímunni að vera ekki hérna uppi í pontu og óskættu því eftir þess að taki okkur yfir, heldur að við séum að losa okkur við hana, að hvernig framtíðin líti út. Mér finnst kannski að á stundum tína menn sér í íbúðaþróun langt umfram sem verið hefur á Suðurnesjum í mörg ár. Að framtíðin sé 2,5% eða 3,5% á ári. Það er svona dálítið eins og setja puttan út gluggann og athuga hvernig veðrið verður á morgun. Við vitum það auðvitað ekki. Það er fullt af utanaðkomandi áhrifum sem við getum ekki spáð í. Við vitum ekki hvernig framtíðin er og áhrifin gerir yfirleitt ekki búið undan sér. Mér er minnisstætt þegar litla kreppan kom inn 2006, snemma árs 2006, þá og hlutabréf hrundu hjá okkur 20% á nokkrum vikum og allt hristist hjá okkur og svo var það nú talað allt upp aftur. En það var þó ekki nóg til að vekja okkur að því að kreppan kom síðan og stóra hrunnu kom 2008. Við erum kannski full glöð á stundum þegar að vel gengur og hlutirnir blómstra og þá gerist þetta full bjartir á framtíðina. Ég er kannski ekki alveg sammála félögum mínum með fjármálareglurnar. Ég held að það hefði verið það besta sem gerst best hafi gerst í heimi sveitarstjórnarmanna. Það eru þessi lög, fjármálareglurnar. Það hefði til mikið að bóta og þó megi deila skuldaviðmið. En ég held að þetta hafi verið stórt framfaraskref og ef við horfum til þess tíma tilbaka, hvernig staða sveitarfélaga var og hvað við vorum illa tilbúin til að takast á við erfiða tíma, að þá er ekki spurningum mínum huga að þetta var risa framfaraskref. Hvort að eigi að taka sérstaklega tillit til vaxtarsvæða er síðan allt annað mál. Og ég get alveg tekið undir það að það þarf að skoða það. Það hljóta að vera sérstakar aðstæður stundum. En ég held aftur á móti að það sé að við stjórnmálamenn séum dálítið hættulega að því leyti að við hlaupum stundum til og viljum sérreglur þegar hentar og ég spyr sjálf mig hvort að það sé endilega til bóta. Við erum líka vangavellt að setja með einhverja framtíð eftir 5, 10, 15 ár og það er dálítið langt þangað til. En ég er sammála Böðvari að við þurfum að fara að horfa til lengri tíma. Hann nefndi 1 skóla, 2 skóla, 3 skóla og ég er sammála honum að við þurfum að gera spálíkön sem taka á þessu, bæði með tilliti til skulda og tekna og reyna að sjá fyrir þróunina. Þannig að við erum tilbúin til að takast á við þetta. Tilbúin að skipuleggja ný svæði, að því ef við erum að gera þetta reglulega á hverju ári að þá verður skipulag verður jafnara, skuldaaukning verður jafnari og útgjöldin verður jafnari. Þannig að við kannski stýrt þessu betur en við gert í framtíðinni. Það er kannski eitthvað sem við ættum að skoða og er í sammála Böðvari með það. Við þurfum að horfa til framtíðar og stundum kannski ekki bara 10 ár, heldur kannski 20 ár eins og hann nefndi. En á þessari stundu að þá vill ég þó segja það að sóknin, hún hefur sannað gildi sitt. En lykillinn er ekki bara íbúaþróun eða bætt atvinnuþátttaka og minna atvinnuleysi,
heldur kannski það sem sjaldnast er talað að það aðhald í rekstri. Þegar tekjur aukast hjá okkur sjálfum, þá á maður auðvitað að borga niður skuldir en ekki að kaupa Range Rover. Og það það sem við erum að reyna að gera, að kaupa ekki Range Rover, heldur að halda í gamla bílinn og laga hann og lappa upp á hann dálítið til að borga niður skuldir. Og ég held að það sé lykillinn að þessu hjá okkur og leggst þess vegna til að við förum að hjóla meira. Takk fyrir. Mér langar aðeins að fá að leggja orð í belg varðandi þetta. Ég vil bara fagna þessum tímamótum að við séum nú komin á þennan stað eftir að hafa allt frá því að sóknin var lögð fram 29. október fyrir næstu 3 árum síðan þegar var lögð fram að við skulum þó okkur hafi tekist það að leggja fram áætlun sem við teljum trúverðuga. Það var auðvitað möguleiki á því að leggja bara fram áætlun. En við höfum talið það að við höfum ekki getað gert það hingað til vegna þess að við höfðum ekki allar forsendur í hendi sem að við töldum við getum byggt áætlunum á. Við skulum ekki gleyma því að eins og hér hefur komið fram að fyrri áætlun sem að samþykkt var 2013, hún stóðst ekki, hvorki fyrir árið 2013 né árið 2014. Og vegna hvers stóðst hún ekki? Ég held að það hafi verið fyrst og fremst vegna þess að menn áætluðu og mikla fólksfjölgun sem ekki stóðst. Fyrst og fremst það að fólksfjölgun í þeirri áætlun var áætluð og mikil. Og eftirlitsnefnd síðan þá búin að vera að krefja okkur nýja áætlun sem að við höfum ekki getað skila. En vegna mikillar vinnu sem að átt hefur sér stað, þrautseigju margra einstaklinga, og þá ég ekkert að tala meirihlutann, heldur bara allra sem að málun hafa komið, bæði meirihluta og minnihluta og embættismanna sem að hafa lagt nótt við að lenda þessu, þá erum okkur að takast að leggja fram áætlun sem að við getum og teljum okkur geta fylgt eftir. Við erum að sýna árangur í rekstri 2016 vegna mikils aðhalds sem áttu þessi stað. Það var ekkert auðvelt þegar að það gerðist í október 2014 þegar að hinir svokölluðu kröfuhafa var rák okkur bara heim og sagði við okkur takið þið fyrst til áður en talaði við okkur. Það var ekkert auðvelt að standa frammi fyrir fólkinu sínu og segja við verðum að fara að skera niður yfirvinnu og við verðum að fara að breyta bílastyrkjum. En þetta var bara grundvöllurinn að því sem að við getum hugsanlega að fara að vinna með, sem að var þá að þessar viðræður breytingar á skuldunum okkar sem að við erum búin að vera að vinna að síðan, sem að skila þá þessari niðurstöðu að við teljum okkur geta uppfyllt þessi skilyrði sem að sveitarstjórnarlögin setja okkur. Við getum auðvitað rífist það hvort þetta sé rétt. Ég ætla ekki að fara að rífast við ESB fjármálareglur. Hvort að það að eitthvað úr efnahagsreikningi eða eitthvað á rekstrarreikningi sé gott eða slæmt. Það tengja það saman. En ég held að það sé bara ágætt fyrir okkur öll að velta því fyrir okkur. Hvað þurfum að hafa mikið í tekjur til að geta staðið við greiðslu afborgana og vexti af því sem við erum með? Það skiptir auðvitað máli. En framleiði skiptir líka máli. Þetta eru bara 2 hlutir sem við þurfum að velta fyrir okkur. Hversu mikið þoli ég að skulda með við þær tekjur sem ég hef? Og sérfræðingarnir hafa komist að þeirri niðurstöðu að það sé talan 150%. Við getum svo sem öll haft okkar skoðun á því, hvort að það sé rétt talað eða röng. En það ágætis talað að miða við og við erum öll að miða við þessa sömu tölu, öll sveitarfélögin á Íslandi. Og það líka skiptir máli hvort að framleiðin 0 eða 10% eða 15%. En hún hefur verið að aukast hjá okkur og það gleðiefni. Það líka ánægjulegt að sjá það að
þessi nýja aðlögunaráætlun sýnir það að þrátt fyrir að mikla vexti þá mun reksturinn skila hagnaði. Niðurstöðutalan af öllu draslinu, hún verður jákvæð. Og það er auðvitað ánægjulegt að sjá að það er að gerast. Þannig að ég er bara kátur yfir því að þessi samstaða sem hefur verið, sá vilji til að ná þessu, hafi leitt okkur til í þá stöðu að geta skilað þessar áætlun. Ég held að það sé bara röng tímasetning að við förum að velta fyrir okkur fleiri efum. Við komum þessu frá okkur og sjáum svo til. Við getum ekkert, það er svo margt sem áætlar að gerast í framtíðinni sem við sjáum ekki fyrir. En ég held að þessi áætlun sé ágætis áætlun til að byggja á. Að fara í 2,5% fólksfjölgun á næstu árum er langt yfir meðaltalsfólksfjölgun á Íslandi, sem er 1,1. Þannig að við erum sko verulega langt frá því. Og það þarf svo lítið að gerast til þess að hlutinni breytist. Við munum alveg hvað gerðist þegar það var ráðist á tvíburaturnana. Við þekkjum það sem að voru þá að vinna með og fyrir fólk sem var starfandi upp á flugvelli. Það var ekkert auðvelt þegar að fólk var að fá uppsagnarbréfin sín. Og slíkt getur auðvitað gerst hvenær sem er. Þannig að það er bara rétt að við sem hófsum í áætlunargerð og sýnum það svona eins og við getum hvernig við ætlum að ná þeim markmiðum sem við þurfum að uppfylla. Þannig að það er bara ágætt. Það er komið fram tillaga að vísa þessu til seinni umræðu. Gerðu svo vel, herra bæjarstjóri. Ekki ætlaði að neita þeir að koma upp á pontu. Nei, forseti, ágættur bæjarfulltrúar, ég lít svo á þegar þú byrjaðir að tala svona að umræðan væri senn lokið. En ef það eru fleiri bæjarfulltrúar sem ætlar að taka til máls, þá var það allt í fínu. En ég langa aðeins að bregðast við því sem að hér hefur verið sagt og kannski upplýsa ykkur það sem ekki hefur verið sagt. En að því að menn eru að tala skuldaviðmið og lögin, þá get ég að mörgu leyti verið sammála því að kannski er þetta skuldaviðmið einhverju leyti óraunhæft fyrir vaxtasvæði eins og okkar. Hins vegar eigum við sem að störfum í þessu kerfi engra kosta völ í því. Við verðum að vinna eftir þeim lögum og reglum sem fyrir okkur eru lögð og getum ekki leyft okkur þann munað að hugsa sér svo að einhver tíma á næsta árum verði þessu breytt eða vonandi verði þessu breytt eitthvað slíkt. Við erum bara að vinna samkvæmt þessu og það kallar á svolítið ferkantaða hugsun og þannig erum við bara að vinna þetta. Ég sé að Þórey glottir hérna, hún veit alveg hvað ég á við. Við erum mjög ferkantuð hérna mörg og það hjálpar bara í þessu. Það er bara fínt. Við verðum að halda okkur innan lagana og reglnanna. Mér langar líka til þess að upplýsa ykkur það. Það hefur komið fram að ríkið sjálft, hinn stóri aðilinn í opinbera reksturinn, er ekki með neitt skuldaviðmið. Og það má geta þess að það hefur komið fram að því að mér er sagt einhvers staðar að allar fjárfestingar sveitarfélaga á Íslandi samanlagðar, eru eins og Isavia og kannski Landsvirkjun. Eða kannski þessi tvö félög eru með meiri fjárfestingar. Þetta eru tvö af stóru félögum ríkisins. Ef við tökum allar fjárfestingar íslenskra sveitarfélaga í öllum afmörkjum skólum og öllu, þá nær það ekki þessum tölum. Ef að menn eru að tala þensluáhrif vegna nýra fjárfestinga og menn þurfa að gæta að sér og sína aðhalda, þá hlýtur það eiga við ríkið eins og sveitarfélögin. Hér hefur mikið verið talað íbúðaþróun og það sé svona breyta sem við þurfum að hugsa til og bæjarfulltrúi Kristinn Jakobsson orðaði þannig ef hún stenst ekki íbúðaþróunina þá fari allt í fjandans. Ég veit ekki hvaðan hann hefur það í sjálfu sér, en hérna, já, áætlunin farið til fjandans, það ég er ekki endilega sammála því, en það verður þá væntanlega bara minna útgjöld og þannig að við þurfum bara að laga okkur að þeim veruleika. Það sem kannski ég reyna að segja er
að forsenda þessara aðlögunaráætlunar er ekki bara íbúum fjölgi þetta svo mikið. Það eru margs konar forsendur þarna inni, sumar nokkuð svona skýrar, aðrar kannski óskýrari, en íbúafjölgunin er ekki make or break í þessu hjá okkur. Ég upplifði það ekki þannig. Það er margt annað því að með færri íbúum þá þurfum við minni uppbyggingu og minni fjárfestingu í innviðum og svo framvegis. En ég vil líka kannski geta þess að sveitarfélög hafa núna í ljósi eða svona í þessar umræðu sem hefur verið í gangi vöntun á nýju húsnæði á húsnæðismarkaði og það sé ekki næg uppbygging og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa verið skömmu fyrir það að hafa klikkað og Reykjavíkurborg verið ekki með nógu mikið á lóðum og allt þetta. Þið þekkið þetta úr fréttum. Það kostar að búa til götur, það kostar að fara í gatnagerð, það kostar að stilla upp nýjum hverfum og búa þetta allt til. Á sama tíma þessi sömu sveitarfélög er að berjast við, alveg eins og við, að komast undir eitthvað skuldaviðmið, þá er núna verið að skamma þau fyrir að eiga ekki til hverfi og götur og allt klárt. Þetta er svolítið tvískinnungur í þessu, finnst mér. Við hins vegar búum vel að því að við höfum allt talsvert til á götum og nýjum hverfum. Og við sáum það í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs í dag að það var verið að útdeila þarna tugum lóða undir tugi íbúða. Ég tók það nú ekki saman en við höfum bara ekki séð hana eins held ég, nokkru sinni. Og það er kannski að því að við eigum þetta til og við getum gert þetta. Það hefði ekki verið gott fyrir okkur að fara í þurfa eða eiga eftir að fara í þessar fjárfestingar núna. Það er líka mjög margt annað í pípunum. Við vitum af Hlíðahverfi, gamla Nikkelsvæðinu, það er að detta í gang núna bara í vor. Við erum með uppbyggingaráform klasa fyrir aftan Nesvelli, mjög mikið íbúðum þar. Það er mjög margt að gerast. Og svo vil ég kannski geta þess að þegar herinn fór 2006 og við fengum Ásbrú í fangið, við hefðum ekki komist og værum ekki þó þetta var vel stödd eins og við erum núna ef allt það húsnæði sem þar í boði hefði ekki losnað svo skyndilega eins og raun bar vitni. Og við erum að horfa núna á að heyra af nýjum eigundum margra þeirra byggingar sem þar eru sem að taka það í gegn og við erum að heyra tölur hundruði nýrra íbúða og rýma, bæði einstaklingsrýma og íbúða fyrir 3 manna fjölskyldur og meira á næstu 2 árum þar. Og þessi þróun hefði ekki verið möguleg á þessu svæði okkar ef að Ásbrú og þetta fasteignars magn sem þar losnaði hefði ekki komið til. Nú, einhver nefndi að við varum að losa okkur eftirlitsnefnd við fjármálum sveitarfélaga. Ég held að það sé nú fullt djúpt í áruna tekið. Við eigum fund með eftirlitsnefndin á 50-daginn þar sem við munum fara í gegnum þessar áætlanir okkar og síðan verð ég nú að hryggja bæjarfulltrúa með því eða bara taka það skýrt fram að eftirlitsnefndin mun fylgjast mjög náið með því að þær áætlanir sem við setjum fram gangi eftir. Þannig að við höfum átt ágætt samstarf við starfsmann nefndarinnar og nefndina sem slíka og munum gera það áfram og það er allt bara ágætt. Þetta er ágættis fólk og vill okkur vel og þau hafa margt lagt til málana sem hefur gagnast okkur vel í því. Þannig að það er bara það besta mál. Nú, síðan bara að lokum þá að því að menn eru að velta fyrir sig hvort að þessi eða hinn forsenda sér rétt, þá náttúrulega þó að við afgreiðum þetta eftir mánuð, þessa áætlun, þá þori ég að lofa ykkur því að daginn eftir að hún verður afgreidd að þá hefst endurskoðun og hún verður sífellt í endurskoðun þessi áætlun. Við munum skoða þær forsendur sem að við gefum okkur og endurmeta þær á hverjum, ég segi nú kannski ekki á hverjum degi en við þurfum að fylgjast mjög grannt með og eftirlitsnefndin er mjög meðvituð það líka að þetta er áætlun eins góð og við teljum okkur geta gert á þessu tímapunkti og miðað við gefnar forsendur en breytist þær þá þurfum við líka að vera viðbúin að breyta áætlunni. Það er komið fram tillaga að vísa
eða hafa seinni umræðu um aðlögunaráætlun 8. apríl. Þeir sem samþykkt geta þá tillögu. Hún er samþykkt 11:0. En þá er dagskráin tæmt og við gerum hlé á fundinum meðan að gengið er frá fundargerð. Forseti, 517. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn á Tjarnargötu 12, 21. mars kl. 17:00. Mættir viðstaddir Árni Sigfússon, Baldur Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Elín Rós Bjarnadóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kristinn Þór Jakobsson, Magnea Guðmundsdóttir, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri, Ásbjörn Jónsson ritari og forseti var Guðbrandur Einarsson. Fyrsta mál, fundargerð bæjarráðs 9. og 16. mars 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðinni. Til máls tóku Guðný Birna Guðmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Friðjón Einarsson og Kjartan Már Kjartansson. Fundargerð samþykkt 11:0.
Annað mál, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs 14. mars 2017, forseti gaf orðið laust fundargerðina til máls tóku Elínrós Bjarnadóttir, Magnea Guðmundsdóttir og Kjartan Már Kjartansson. 47. liður í fundargerðinni, Nesvelli deiliskipulag og 47. liður í fundargerðinni, Hæðargata 9 breytingar, var vísað til umhverfis- og skipulagsráðs og var samþykkt með 11 atkvæðum. 50. liður í fundargerðinni, Hafnargata 12 deiliskipulagsskilmálar eru borin sérstaklega upp til atkvæða og samþykktu með 11 atkvæðum. 51. liður fundargerðarinnar, Hafnargata 1921 grenndarkynning, er borin sérstaklega upp til atkvæða og var samþykktu með 11 atkvæðum. 77. liður fundargerðarinnar, Dalsbraut 2336 deiliskipulagsbreyting, er borin sérstaklega upp til atkvæða og var samþykktu með 11 atkvæðum. Fundargerðin samþykkt 11-0 öðru leyti. 3. mál, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs 17. mars 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðina til máls tóku Kjartan Már Kjartansson og Guðný Birna Guðmundsdóttir. Fundargerð samþykkt 11-0. 4. mál, fundargerð menningarráðs 9. mars 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðina til máls tóku Baldur Guðmundsson, Guðbrandur Einarsson. Guðbrandur Einarsson lýsti sig vanhæfan við afgreiðslu fundargerðarinnar. Fundargerðin samþykkt 10-0. 5. mál, aðlögunaráætlun 2017-2022. Forseti gaf orðið laust aðlögunaráætlunina til máls tóku Kjartan Már Kjartansson, Böðvar Jónsson, Kristinn Þór Jakobsson, Gunnar Þórarinsson, Friðjón Einarsson og Guðbrandur Einarsson. Aðlögunaráætlun Reykjanesbæjar 2017-2022 vísað til síðari umræðu 8. apríl næstkomandi. Fleiri ekki gert. Þeir sem samþykja fundargerðina eru beðnir að gefa merki. Hún er samþykkt 11-0 og verður því undirrituð 517. fundi í bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hér með slitið. Býtu hvaða bók hérna þessi? Mér sem var að fljóta ræður drengurinn. Hvaða bók? Þú er búinn að skrifa 300 sinnum í hana. Hvaða bók?